Hjá hjónunum Eymundu og Eygló Björk í Vallanesi á Fljótsdalshéraði lífleg starfsemi í matvælaframleiðslu, skógrækt og ferðamennsku. Vallanes þekktast fyrir vörumerkið Móðir jörð sem sérhæfir sig í lífrænni ræktun. En hvernig hófst þetta allt saman? Já, ég nú að miklu leyti alinn upp í Flögu í Skriðdal, fékk að sveitabarkdýruna og ákvað að verða bóndi þegar ég var bara 6 ára. Og síðan fór ég erlendis að undirbúa mig svona í skóla lífsins, var í Noregi og Svíþjóð og Englandi að vinna við búskap. Og síðan kom ég hérna austur og byrjaði að leita jörð. Var náttúrulega að leita jörð sem væri með húsum og tilbúin til búskapar. En það voru bændur hérna í kring sem þekktu mig og voru búin að benda mér á Vallanes sem ég list náttúrulega ekkert að þetta því að hér var engin tún, engin ræktun og engar notaðar byggingar. En samt enduðum við í Vallanesi sem betur fer því að þetta þvílík kostajörð og hefur verið alveg gífurlega gaman að rækta þessa jörð. En við það að rækta þessa jörð þá var ræktunarmaðurinn sterkari í mér þannig að 10 árum seinna hætti ég með kýrnar og sneri mér alfarið að lífrænni ræktun og grænmeti og korni. Móðir jörð verður til einhvern tíma á 8. áratugnum. Þá byrjum við að selja kartöflur og korn undir þessu merki og það var nú ekki venjulegt þá að bændur væru með vörumerki þannig að það þótti nú svolítið merkilegt á þeim tíma. En við höfum alla tíð verið stolt af því sem við erum að gera og viljum bara að fólk viti hvaðan hlutirnir koma. Til að byrja með var áherslan á grænmetisræktun og síðar byggræktun. Þegar ég var í grænmetinu þá náttúrulega sá ég að þetta voru rosalega sveiflur sko. Við erum með allar tekjurnar á hausti og náttúrulega gambling eins og útiræktun bara. Og byrjaði nú að rækta korn fyrir kýrnar en síðan kom þessi hugmynd að markaðssetja þetta sem til manneldis og þá byrjaði þetta starf að fara til Reykjavíkur á veturna og gefa fólki morgungraut Gabriels og byggbrauð og ýmislegt úr byggi. Og það hefur borið bara gífurlegan ávöxt, góðan ávöxt, því að nú bara fullt af fólki sem að borða bygg og til dæmis segist vera hætt að borða hrísgrjón, borða bara íslenskt bygg í staðinn. Svo 2004 þá hannar Þórunndóttir mín buffin með mér og það var semst raunverulega bara að hugsa til þess að koma með einhverja heilsársvörur til þess að stabilisera reksturinn. En síðan náttúrulega kemur góðærið, þannig að þá var allt flutt inn sem nú kannski gerast í dag aftur. En síðan í kjölfar kreppunar, ég segi að kreppan og Eygló, konan mín, séu kannski það besta sem hefur komið fyrir mig og Móðir jörð. Því að þá förum við virkilega, Eygló mikil matarmanneskja og hefur vann í matarbransanum áður, var að flytja inn góðan úrvalsmat frá Ítalíu og héðan og þaðan. Og þá hefst þessi þróun, tjötneginn, sulturnar, hrökkjaxið og núna síðast súrkálið. Eygló Björk mikill matgæðingur og hefur að mestu séð vöruþróunina í Vallanesi. Þetta sem sagt hrökkbrauð úr byggi og heilhveiti og hérna erum við búin að bragðbæta það með hvannarfræjum. Þannig við reynum alltaf að nota bragðin úr umhverfinu til að gæða matinu svona, meira bragði. En síðan förum við ólíkar leiðir í því að varðveita grænmeti, þannig að maður getur nú líka sett eitthvað ofan á keksið eða haft með matnum. Og við erum að pikla, gerum chutney og notum þarna rótargrænmeti sem vex vel á Íslandi eins og rófur og rauðrófur. Rauðrófur gló eru margir farnir að þekkja en hún var svona sérstaklega hugsuð sem meðlæti með eins og hangikjöti og öðrum hátíðamat og passa bara vel með eiginlega öllum kjötréttum og líka gott að setja með eggjakökum og sumum ostum. Og hérna erum við sem sagt búin að baka grænmetið með lauk og eplum og kryddum og fáum bara svona skemmtilegt meðlæti og hérna notum við þess að edik og hrásykur og bökum til að varðveita það. Svo þetta svona aðferð sem við erum líka tileinkað okkur í varðveislunargrænmetinu, það að sýra eða gerja. Þetta svona gömul og góð vinnsluaðferð sem að reiðja sér aftur til rúms svona fyrir þær sakir hvað hún skilar heilsusamlegum mat. En það kannast nú margir við súrkál, þannig að þetta gamla upprunalega aðferðin til að búa til súrkál sem sem sagt bara bæta örlitlu salti saman við kálið. Þá framkallar það ákveðin vökva, bara vökva og við látum síðan grænmeti gerjast í þessum vökva í eigin sama í nokkra vikur, þangað til við pökkum í. Og með þessu móti þá viðhaldast öll vítamín og steinefni sem að grænmeti býr yfir og pluss það að það verða til mjólkursýrugerlar eða góðir gerlar sem við vitum núna að við þurfum fyrir meltinguna. Góð melting undirstaða bara að heilbrigðu
heilbrigðum lífstíl, það er heilbrigði. Segja má að hjarta Vallaness sé litla verslunin sem vígð var í desember, en húsið er byggt úr öspum sem Eymundur plantaði sjálfur fyrir 30 árum síðan. Það var arkitektinn Albina Þórðarsson sem að hvatti Eymund og Eygló til þess að byggja þá úr eigin viði og úr varða hún teiknaði húsið fyrir þau. Og það vill nú svo vel til að ég á son Gabriel sem er skógarhaugsmaður og þannig að við höfum skógarhaugsmanninn og við höfum trén, þannig að það var bara hafist handaðum að saga niður tré og síðan farið með þau upp á Hallormsstað þar sem þau á flett og þurrkuð og allt komið í gang. Húsbyggingin er samkvæmt fjölskylduverkefni, en Þórunn dóttir Eymundar sá alla innanhúshönnun ásamt hönnunarteyminu sínu Rósambó. Já, þetta er fyrsta sinn sem er byggt hús þar sem allir burðarviðir eru úr íslensku timbri. Þannig að þetta er söguleg bygging fyrir byggingasögu landsins en einnig bara mikið og gott statement fyrir íslenska skógrækt. Ég segja að nú er tíminn kominn, við eigum orðið tré sem að duga í innviði til þess að byggja svona hús. Ég náttúrulega kem hérna ungur bóndi 1979 og 83 byrjaði ég að planta skjólbeltum. Þá var ég raunverulega bara að nema land hérna í Vallanesi. Þetta var algjörlega, það var engin ræktun og engin tré. Það hafði ekki verið bóndi hérna í 20 ár, þannig að þetta var mjög nakið og kannski þörf á að búa til skjól. Þannig 83 byrjaði ég að planta skjólbeltum. 86 plantaði ég þessum öspum sem að þetta borð og allt húsið er raunverulega byggt úr. Og 89 byrjuðum við í nytjaskógrækt og þaðan kemur lerkið sem er hérna í gólfunum og pallinum úti. Þannig að þetta er algjörlega heimaræktað hús. Þetta hús er svona í aðra röndina líka tilraun til þess að upphefja öspina til að vex og virðingar. Ég segi að hún hefði orðið fyrir miklu einelti. Fólk talar ösp eins og eitthvað rusl og öspin er allstað fyrir. En þá náttúrulega menn sem plöntuðu öspinni og heldur kannski að þetta væri sumarblóm, ég veit það ekki. Hún er að víða allt og nálægt húsum og þar af leiðandi náttúrulega til vandræða. En málið er að ösp er mjög góð viður. Í Vallanesi boðið upp á ýmsa matarupplifun og þjónustu við ferðamenn yfir sumarmánuðina, fjölbreytt form heimsókna fyrir hópa sem hægt er að sérsmíða eftir þörfum hvers og eins. En af hverju ferðaþjónusta? Það gerist náttúrulega mjög fljótlega þegar ég byrja með lífræna ræktun og skjólbelti að ég verð svona eitt af undrum veraldar. Þannig að það er farið að koma hingað með rútufarma fólki til þess að skoða þennan bónda, hvað hann eiginlega gera. Og þannig að það sem við höfum verið að gera raunverulega alveg síðan þá hefur vakið athygli og fólk hefur viljað fá að koma til þess að skoða það. Þannig að það raunverulega kallar þá á bara að gera það að búgrein, bæta því við. Þannig að við erum að hanna móttökur fyrir fólk með skoðun og smakki. Við ætlum ekki að vera neitt stóri í þessu en við viljum hafa aðstöðu fyrir fólk sem vill koma hingað og njóta staðarins. Ég segist vera með göngustígafetis. Ég er að gera göngustíga hérna út allt nes innan milli skjólbelta og enginn veit af mér. Og ég vil einmitt að fólk fá að njóta þessa umhverfis og þessa andrúmsloft sem ég vil skapa. Sjálfum finnst mér svo bara eins og að ganga inn í heilaga byggingu, að ganga inn í skóg og ég vil deila því með öðru fólki og við viljum sem sagt selja upplifun. Við erum ekki að keppa við gistingu sem er svona yfir blánóttina heldur að fólk komi og njóti staðarins og slaki aðeins á. Og ég er alltaf rosalega ánægður þegar fólk kemur hérna alveg að deyja og stressi á hringnum seint að kvöldi og vill fá að borga því að það verður farið klukkan 7. En ef þau gista hérna inn í skóginum í litla tréhúsinu þá er þau kannski ennþá sofandi hádegi daginn eftir og þá finnst mér tilgangurinn vera náð.